mínu mati Biblían besta bókin sem til Það engin bók eins hrífandi og Biblían. Það að segja þegar við leyfum okkur að leyfa henni að hafa áhrif á okkur og líf okkar. Og í sjálfri Biblíunni þar sem svo margar stórkostlegar bækur og bréf að finna, þá sennilega enginn sem tekur fram Opinberunarbókinni. Allt fagnaðarerindið að finna í Opinberunarbókinni. Aðalsöguhetja Opinberunarbókarinnar Jesús Kristur. Og nú við komin inn í 6. og 7. kapítula Opinberunarbókarinnar sem verður efni dagsins í dag. Og þið tókuð eftir því að í byrjun þá var þetta lýst af Guði sjálfum, af Jesú, af Jóhannesi, að þetta sé opin bók. Og allir sem lesa hana og allir sem heyra, allir sem fara eftir boðskap hennar muni hljóta mikla blessun af. Við tókum líka eftir því að síðast þá fékk Jóhannes að sjá inn í opin himinin og Guð í hásæti sínu. Og svo kemur lambið sem Jesús til föðurins og það einhver vandræðagangur á himni vegna þess að það bók til staðar sem enginn getur opnað, en það voru 7 innsigli á henni. Og innsigli í Biblíunni þýðir eitthvað lokað, ef það innsiglað. En þegar innsigli brotið af bók eða handriti, þá búið að opna. Og þannig staðan núna að Jesús, hann var sá eini á himni og jörðu sem gat opnað þessa merkilegu bók. Boðskapur þessara bókar á himni, hann að finna hér í Opinberunarbókinni að miklu leyti. Og svo sjáum við að Jesús, hann tekur innsiglin hvert af öðru af bókinni. Við erum komin inn í 6. kafla. Hann brýtur af fyrsta innsigli og sjáum við bara hvað hann fann. Ég sá lambið lauk upp einu af innsiglinu 7 og ég heyrði eina af verunum 4 segja eins og með þrumuraust: Kom! Sjáum við ákefnina í þessu, upphrópunarmerki. Kom! Komdu! Sjáum við hver boðskapur Opinberunarbókarinnar alltaf knýjandi. Svo heldur hann áfram og ég sá og sjá hvítur hestur og sá sem á honum sat hafði boga. Og honum var fengin kóróna og hann fór út sigrandi og til að sigra. Hver haldið þetta sé? Hann verið að lýsa Jesú Kristi. Og hann kemur á hvítum hesti. Hvíti liturinn eins og hvítu skikkjurnar lýsa hreinleika, sakleysi, syndleysi. Nema þessi, hann sigrandi og fer út til að sigra. Og honum var fengin kóróna til að ríkja. Hann tók við ríki sínu. Þetta Jesús Kristur. Hann opnar bókina, hann brýtur af fyrsta innsiglið og leyfir okkur að sjá, eins og við lesum í 6. og 7. kaflanum hér að þessu sinni. En, elsku vinir, þegar við förum í gegnum þennan boðskap, þá hljótum við að taka mark á þessu. Við hljótum að taka þetta til okkar og leyfa Guði, ég tala um frelsaranum sem lagði líf sitt í sölurnar okkar vegna, að leyfa honum að hafa áhrif á okkur, að við útfærum það sem við lærum í lífi okkar. Hann kom á hvítum hesti, hann fékk kórónu og svo fór hann út sigrandi og til að sigra. Í 3. versi lesum við þegar lambið, þetta Kristur, lauk upp öðru innsiglinu, heyrði ég aðra veruna að segja: Kom! Einu sinni enn. Það alltaf verið að hvetja fólk: Komið þið! Þetta svo knýjandi boðskapur. Við getum vandrætt til það, við getum skolla eyru við þessu boðskap og glatast að eilífu. Eða við getum tekið mark á þessu og komið inn að hásæti himmisins. Það allt galopið, opna dyr, opin bók, opin innsigli og okkur ráðlegt að koma. Láta ekkert hindra.
Svo í 4. versi þá gekk út annar hestur, hann var rauður á liti og sjáu nú stigmögnunina á synd og þjáningum og dauða eftir því sem litarháttur hestana sem koma fram breytist. Þessi rauður og þeim sem á honum sat var gefið vald að taka burt friðinn af jörðinni, svo að menn brytjuðu hverjir aðra niður og honum var fengið sverð mikið. Sjáðu þið? Þetta er lýsing á ástandinu í dag og í gegnum aldirnar. 5. versi, þegar lambið lauk upp 3. innsiglinni. Þið sjáuð, það er Kristus sem er að opna innsiglinn hvert af öðru, svo að allt sé opið fyrir okkur. Og þá heyrði ég 3. veruna að segja, kom, endurtekið aftur og aftur, komiði fólk. Og ég sá og sjá svartur hestur og sáur á honum satt hafði og í hendi sér. Ástandi versnar sífellt í þessum syndu og heimi okkar. 7. versi, þegar lambið lauk upp 4. innsiglinu, heyrði ég rödd 4. verunar sagði, kom. Hversu oft þarf Guð að segja, kom, komdu. Þetta er síðasti boðskapur Biblíunnar, vinir, til heimsins, til mannkynsins. Í 8. versi segir, og ég sá og sjá bleikur hestur og sáur honum satt, hann hét dauði. Sjáðu þið hnignunina núna í áttina að bara voða og hörmungum og dauða. Og það segir að hann hét dauði og hel var í för með honum. Þeim var gefið vald yfir 4. hluta jarðarinnar til þess að deyða með sverði, með hungri og drepsótt og láta menn farast fyrir villidýrum jarðarinnar. Þið takir eftir því að hérna talað að 4. hluti jarðarinnar er mannkynsins líður. Hér er aðeins verið að segja fyrirfram hvernig ástandið á jörðu muni verða. Það er ekki að Guð sé að skatta á okkur að þjá svona núna og ennþá vera næst og svo framvegis. Hér er Guð í opinberunum sínum í þessari síðustu bók Biblíunnar að kunngera okkur hvernig ástandið á heiminum fer stigmagnandi verra þar til að yfir líkur. Og svo segir í 8. versinu, já, það er búið að lesa þetta, en þið takið eftir því að það er hvítur hestur, það er rauður hestur og svo er það hvað? Svartur hestur og bleikur hestur og við höldum áfram. Þegar lambið lauk 5. innsiglinu, sjáum nú fer eitthvað merkilegt að gerast. Og þetta er einn mest misskildi texti sem er að finna í allri Biblíunni. Einmitt vegna þess að fólk les ekki Biblíuna, alla, til að kynnast í hvað getur þetta átt við. Nema það segir, ég sá undir altarinu sálir manna sem drepnir höfðu verið fyrir sakir Guðs orðs og fyrir sakir vitnisburðarins, sem þeir höfðu. Sjáu því, þegar við höldum orðu Guðs á lofti, þá líðum við fyrir það. Og þarna eru sumir sem hafa liðið fyrir það. Þeir voru drepnir, teknir að lífi fyrir það að boða orð Guðs. Og þá segja menn, og þetta hef ég oft heyrt, þarna eru sálirnar bráðlefandi. Ekki aldeilis. Það segir þarna að í 10. versi, og þeir hrópuðu hárri rödd og sögðu, hversu lengi ætlað þú, Herra? Það er eins og þessi látnu þarna séu að ávarpa Guð. Að þú heilagi og sanni að draga það að dæma og hefna blóðsvors á byggjendu jarðarinnar. Og þeim var fengið hverjum og einu hvít skikkja og þeim var sagt að þeir skyldu enn hvílast litla hríð að hvílast. Við þurfum að skoða hvernig er ástand þessara sem þarna er átt við. Við komumst að því. Eða þangað til samþjónar þeirra og bræður þeirra sem átt að deyðast eins og þeir sjálfur einnig fylltu töluna. Þetta er þáumfólk. Það er kallað sálir. En þegar þeir sjáu á frummálinu, þau orð sem eru þýdd ýmist í Gamla eða Nýja testamentinu sem sál, að oftast nær þýðir það líf eða persóna. Og við höfum það í huga að þegar að Jakob fór með alla sína fjölskyldu og skyldulið að boði Jósefs til Egyptalands forðum,
það getið lesið þetta í Gamla testamentinu, að þá segir það voru 72 sálir sem fóru með honum til Egyptalands, til Móse og Jósef. Þetta var ekki dáið fólk, þetta var bráðlifandi fólk, en það var þýtt sem sálir. Hér í Upprunabókinni, þarna í 6. kaflanum, þá segir að þegar eitt innsiglið opnað, að þá heyrast raddir sem séu það, og það kallað sálir, undir altarinu, sem að hrópa á Guð. Hvað ætlar að draga þetta lengi? Að hefna okkar eða rétta okkar hlut. Þetta fólk ekki lifandi og það ekki í bókstaflegri merkingu að tala eða hrópa til Guðs. Þetta dáið fólk. En þeirra ferill geymdur í hinu helgasta á himnum. Eins og allt annað okkur sem eru lifandi í dag, þegar við komum upp í dóminum og þú kannski veist ekkert af því, að þá verðum við dæmd og eilíf örlög okkar ákveðin. Eins það með þessa. En þeim var fengin hverjum og einu hvíð skikkja, sem sagt skikkja og hvíð saman sem réttlæti. Réttlæti Krists sem okkur gefið. Og oft talað það í Biblíunni að við klæðumst hvítu skikkjum. Íklæðumst réttlæti Jesú Krists. Hann hinn eini syndlausi og réttláti. Nema þessu sagt að hvílast enn litla hríð. Og við skulum skoða þetta nánar hvað Biblían að segja. Við förum í 1. Mósebók í 4. kafla og 10. vers. Þar sagði drottinn við Kain eftir að Kain hafði drepið bróður sinn. Hvað hefur þú gjört? Heyr blóð bróður þíns hrópa til mín af jörðinni. Blóð? Getur það talað? Getur það hrópað? Nema hér sem sagt hinu látna, gefin orð í munn, eins og hann sé að tala, eða blóðið sjálft sem rann út á jörðina, þegar að Kain drapi Abel bróður sinn. Nema því lýst í Biblíunni eins og blóð bróðurins hrópar til Guðs af jörðinni. Bara það að blóð rann, það staðreynd sem þarf að taka tillit til og gera eitthvað við eða í sambandi við. Rétta hlut, hins látna. Og eins